C2C með Down the Road. Ágætislag hér á ferð, klukkan orðin 4 og FM 95 blöð komnir í loftið. Auðvitað Blöndaleiti ég og beintamóti með sittur sjónvarpsmaður ársins Björn Bragi, vertu velkominn. Takk fyrir það. Hvernig ertu þennan mánudaginn? Ég rosalega góður í dag. Já, fanta fínt bara. Já, ég bara í toppformi eins og tónlistin á FM 957. Já, það ekki hægt að vera jafn góður á tónlistin á FM 957. Því að hér bara spiluð topptónlist. Já, topptónlist. Eins og við höfum áður komið inn á. Eins og þjóðin þekkir, þið þekkið þetta þið hlustendur. Þið þekkið þetta. Topptónlist og toppfólk. Þínir menn unnu helgina, Tottenham og okkar maður Gylfi Sigurðsson með 2 mörk. Já, maður þjóðarinnar. Já, eftir þennan leik. Já. Og landsleiki líka, hann búinn að eiga núna 2 geggjaða leiki í röð. Djöfull eru allir íslenski fótboltamenn að standa sig vel núna. Já, enda líka í Hollandi eru allir að skora. Já, enda eru við í bullandi séns. Bara alls það, sko. Já, bara alls það, sko. Já, og bara í lífinu, öllu. Íslendingar eru í séns í lífinu. Já, við erum bara, þú veist, það er bara alltaf uppleið. Já, ég er sammála því. Enda eru við feskir þennan mánudaginn. Já, við tveir, sko, fólk bara, það er að sjá okkur núna, sko. Horfður á boxið? Nei, ég horfði ekki á boxið. Nei, ok. En þú? Já, ég reyndi að vaka eftir. Sopnaði þetta í 10. lóti eitthvað. Fékk hann ekki $40 milljónir fyrir þetta? Jú, hann fekk 4 milljarða. Nei, hann fekk 5 milljarða íslenska króna fyrir barndan. Já, einmitt. Já, eitthvað $40 milljónir. Ég myndi leyfa sko bara að grizzly bear berja mig fyrir 5 milljarða. Já, ég væri til í að taka mjög þung högg í andlitið fyrir $40 milljónir. Það er búin, hörðu, þú mátt berja mig svo harðfisk. Ok, ég þyrfti að fá loforðum ég myndi jafna mig, skilur þú. Ég ætla ekki að fara að hætta heilsu minni fyrir penning, sko. Og smá svona. Já, kannski smá, en vitandi að ég myndi svona skoppa tilbaka, þá mætti berja mig eins og harðfisk fyrir 5 milljarða. En hvað, þú veist, ef þú ættir að gefa eitt putta kannski, hvað myndir þú selja það? Já, ég hef hugsað það. Myndir þú fórna litla putta fyrir 5 milljarða? 5 milljarða? Já. Já, ég myndir fórna fyrir svona 50 skall. Bara fyrir keipa bjór. Já. Og vera með 9 putta. Fyrir 5 milljarða? Já, reyndar. Geti keift bara 3 alvöru hendur. En þú myndir ekki taka þumal? Vinstri þumal, jú. Er það? Myndir þú sleppa honum fyrir 5 milljarða? Já, það var ekkert hann að gera, sko. Æ, veist að ef peningur væri komin í tösku, þá myndi ég alltaf taka þetta líka. Ef hann væri komin í svona glerkassa. Já, eins og 10 milljónar hann í gott talent. Já. Það væri mjög erfitt að neita 5 miljónum, svei mig þá. Það sem maður myndi gera fyrir þann pening. Já. En það vakti athygli mína og fleiri athygli hjá fleirum að Justin Bieber, hann er nú í slúðrunni hérna eftir. Já. Hann lappaði inn með Floyd Mayweather. Já, var það? Já, sem sagt, Lil Wayne var að rappa. Já. Og Justin Bieber var að lappa þarna með þeim. Hvað var hann að gera? Hann var með sólgleru og gullkeðju og bara eitthvað að rölda með. Ég skildi ekki alveg þetta move og það var eitthvað svo skrítið við þetta, allt saman. Já. Og já, ég skil ekki hvað Justin Bieber var að spá þarna. Nei, eru þeir einhverju vinir eða? Hvað er þessi Floyd gamall eiginlega? Hann er 40, 38 ára held ég. Nei, hann er 2 árum, hann er 35 eða 36. Já, ég er að skoða myndir á sig hérna á netinu, sko. Það var eitthvað svo kjánalegt að sjá Justin Bieber hann eitthvað með honum, eitthvað 19 ára úrlingur. Já, þetta var eitthvað svona, maður bara afhverju. Já. Og þetta er líka svona, Justin Bieber er svona að reyna að vinna fólk tilbaka, þetta var ekki rétta móvið á hún. Nei, það er eitthvað taktleysi. Það er eitthvað taktleysi, en við erum með fínan þáttandi ykkur í dag. Kæru hlustendur, ber það ræst sturlaðar staðreyndir, netmisnótkunnin, flottulega keppnin og við vorum búin að velja þema. Já. Við erum búin að velja þema. Viltu segja þemaðin? Já, þemað er boyband, strákabönd. Já, svo eru, 2 stjörnur á Íslandi sem eru að gera ágætis hluti. Ég ætla að leyfa að heyra eitt nýtt lag hérna á eftir. Já, ég hlakka mjög til. Eigum við að hafa bara strákabönd eða líka stelpubönd? Eigum þá stelpubönd inni næst. Ég er eftir með eitt mjög gott í stelpubönd, sko. Hvað ætlar að taka Spice Girls? Kannski. En ég er búin að velja lag í strákabandinu, sko. Já, ég veit það. En þú stalst hugmynd frá mér. Þú tókst, ég sagði, ég myndi potið taka ákveðið band og ég ætla líka að taka það. Nei, þú spurðið mig hvaða band myndur þú taka og ég sagði þetta band. Nei, það var ekki hannig. Við bara sjáum til eftir, ef við erum með sama lag, þá vorum við bara að velja eitthvað annað, þá vorum við bara að kasta upp á það. Okay. Skoðum bara. Þannig það er flottulega keppnin á sínum stað og ég ætla að leyfa að heyra nýtt lag með Magga Mix. Já, ég er mjög spenntur. Það er, ég veit ekki hvað ég á að segja. Nei. Förum betur inn á þá eftir. Getur við spilað það snemma, ég hlakka svo til. Við skal segja hvað lagið heitir. Já. Glaðasti köttur í heimi. Þetta er ekki lagið. Jú, þetta er góð. Ég var að spila þetta. Núna strax? Nei, á eftir. Já, á eftir, klárlega. Þetta er eitthvað svo... Ég er nefnilega ekki búin að heyra það. Nei. Ég veist þetta nefnilega snillt.
Hann gaf líka út lag sko, sem ég var ekkert búinn að heyra bara fyrir nýlega og vissi ekkert hvað menn voru að bulla með það. Hann gaf út lag sem heit Safaríku sjómli. Ekki sem þú hefur ekki heyrt það fyrir bara nýlega? Nei, ég var ekki búinn að heyra það. Akkur heldur að við séum alltaf að kalla þig Safaríkan sjómli? Já, ég fattaði það núna. Með Ollie Murs. Veit ekki með ykkur en ég langt frá því að vera komið leið á þessu lagi. Finnst það ennþá mjög flott. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 og það er komið að slúðri, Bjössi. Já. Ég er meira sem með fínan slúðupakkan það í dag. Já. Og ég ætla að byrja á íslensku slúðri en Tanja Ýr hefur verið valin Ungfrú Ísland 2013. Er það slúður? Er það ekki slúður eða? Nei. Hvað er það? Staðreynd? Það er staðreynd. Já, reyndar. En svona ég ætla að óska henni til hamingju því að, og líka kynna, eða svona, já, hvað sem plugga því að hún er hérna á morgun hjá okkur sem gestur. Já. Hún ætlaði að koma í dag en komst ekki, en verður hjá okkur Sveppa á morgun í viðtali. Hvað var hún að gera? Veit það ekki. Hvað tók hún fram yfir FM 95 blöð? Já, hún tók ekkert fram, hún ætlar að koma morgun, þannig að þá ræðið hann. Ég er að sjá hérna myndir, Ásgeir Kolbeins hérna að kissa kærastana sína og hann var að kissa þær nokkrar eða ekki? Nei, bara hana, ég ætla því að hún var. Ég er að djóka. Hún var valin uník stelpann sínst með eitthvað. Já, hvað voru þær hérna, voru þær nokkrar sem fengu svona titil, eitthvað svona Oreblú-stúlkan og... Já, það er alltaf. Já. Það er alltaf. Hvað stúlka heldur að þú erir svona, ef það væri svona kemni? Þú erir allavega ekki vinsælasta stúlkan. Nei, það er ekki íþróttastúlkan. Já, ok. Það heitir það ekki eitthvað? Fitness-stúlkan eða eitthvað svona? Jú, örugglega. Og hvað, okkur er ekki vinsælasta stúlkan? Það því að þú væri búin að vera eitthvað svona geðveitt kappsamur, eitthvað svona... Já, búin að vera naðrast eitthvað. Naðrast eitthvað, geðveitt mikið. Allt til að vinna, reyndar. Ég er kjörís stúlkan. Já, þú er kjör í strákur. Akkur er herra Ísland að hætt? Segið það líka. Garðar Gunnlaugs náttúrulega, hvað var hann bara síðasti herra Ísland eða? Hvað, 1982? Það var alltaf ekki verið lengi. Þá var hann með sítt og fallegt hár. Þá var hann með sítt hár og Ásdís Ránátti, já þau voru bara með 1 barn örugglega þá. Hvað er þetta ekki? Og Ósk Norðfjörður með 3 krakka, hvað er þetta ekki 10 í dag? Já, 10 og kort. Já. En hérna, já, við óskum henni til hamingju og það verður gaman að fá hana inn í spjalla morgun. En svo er ég með slúður frá, útlöndum. Mel B, hún vill henda Spice Girls aftur á stað. Er þetta það heitasta sem er að gerast í útlöndum núna? Já, hún var í viðtali hjá Ellen DeGeneres og segist hafa mikinn áhuga á því að fara að túra aftur með Spice Girls. Það er sem náttúrulega voru þarna á Ólympíuleikunum núna, 2012 í London og stóðu sér vel en hafa ekkert farið sko on the road. Nei, er þetta ekki bara eitthvað svona, þú veist, vantar ekki bara pening? Jó, ég held að, og einhvern veginn minnstur að gera hjá henni bara. Er það ekki málið? Mel B? Já, nei, samt ekki. Er það hérna... Fyrirtæðs Fjölnins? Já, það er Mel B, já. Já, einmitt. Mel C var hérna hinn. Mel C nefnilega helviti gott lag síðan. Já, með henn... I thought that we would just be friends. Það var náttúrulega mjög gott. Hún var líka langt besta söngkonan aðeins, sko. Já. Mel C. Getur við hlustað á það eftir? Heldur það ekki til? Kannski verður það bara að lægja á leiðinni heim. Já, ég var Var ekki Lísa Leftaði með henni í því? Jú, hún dói ekki, eða hvarf. Já, hún dói í bílslýsi. Já, hún hvarf í bílslýsi, ekki? Já, bara dói allavega. Ég veit ekki með það. Svo er það Sofía Vergara, veistu hver það er? Já, sem leikur Gloria. Gloria í Modern Family, það er hár réttið þær. Og virkilega hugulega kona þar á ferð, en hún var að hætta við giftingu, eða var að, slúta trúlofun. Hverjum ætlaði hún að giftast? Hún ætlaði að giftast manni sem heitir Nick Loeb. Já. Og þau eru búin að saman í 3 ár en þau hnakkri yfirst núna í Mexiko fyrir framann fullanstala fólki og hún vil bara hætta þessu saman. Já, var hann ekkert að taka hana hálstæki eins og þarna maðurinn hennar Nigella? Nei, hvað var það? Var ekki Nigella? Nigella? Nei, hvað heitur hún? Það er sjónskokkurinn? Já, tók hana hálf, já. Nei, það var ekki svo slemt, þau bara hnakkri yfirst fyrir framann alla og ég held að hún alveg skapi inni Sofíu Vergara. Já, það er líklegt. Hún er svona söðræn bomba. Ekki þennan rasisma viðun. Nei, ég... Það má ekki fara að segja að allir sem eru söðrænir séu skapheitir. Nei, hún svona virka þannig á mann. Já, þetta er ekkit, vingir rasismi. Hvað ætlar næst að segja? Næst ætla ég að segja að Justin Bieber mennur að orða hann við Robin í næstu Batman-mynd. Þetta eru sennilega einhverja verstu fréttir sem ég hýrt á ævi minn með fyrir virðingu fyrir Bíbernum. Ég held þú verður að segja að hann væri byrjað að deyta söngkonuna Robin. Nei, sænsku. Hann er á lausu, hann Justin Bieber, en það er verið að orðan. Það er leika Robin. Já. Ræðilegt sem ég hýrt. Þetta er bara orðið djók. Manstu þegar Chris O'Donnell var Robin? Já, viðbjóður. Það er ræðilegt. Hefur Robin eitthvað verið síðan þá? Nei, af því að vinur okkar sá allra salasti, Christian Bale,
Hann var með það í samning, þetta var störðlega staðarind, hann var með það í samningin sínum að það mætti ekki vera Robin í neinni bíómyndi ef hann ætti að taka sér Batman. En svo var Master Robin var að detta inn í lokin í síðustu. Já, betur, hver var það aftur? Gaurinn sem var hann í Inception, góðuleikari hann. Já, var það hann Joseph Gordon-Levitt? Já, heitir hann það? Já. Þannig að ætti hann þá ekki bara að vera Robin? Jú, það var svolítið gott. Það var alveg cool sko. Svo í lokin þá var LeBron James að gifta sig. Já. Og það var, hvíldi mikið leynd yfir þessu öllu saman. Fólk mátti ekki vera með gemsa inn í veislunni. Símar voru teknir af fólki. Þannig að það gæti enginn tekið myndir og svona og var þetta víst voða kósí og falleg athöfn eins og stendur hérna. En sko, ok, þú ert með kósí og fallega athöfn. Já. Og ert búin að bjóða svona fólki sem þú telur að séu bestu vinniðir eða ættingjar. Og ættir að geta treyst inn. Nákvæmlega, en þú ert eitthvað, en enginn fer inn með síma. Nei, ef einhver skildi stelast í að taka mynd og selja hann eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, ég meina, já. Það væri samt fyndið að gera þetta heima bara hérna á Íslandi. Verða að gifta sig og segja bara, herra, alla síma burt. Ég myndi taka myndir í þínu brúðkaupi og bara selja þær beint í TF, sko, fyrir 15 skall. 15.000. Já, þú veist hvað ég gerir fyrir peninga. Ég þarf ekki að veðja. Þú þarf ekki að gamblað, maður. Þetta var slúðurpakki dagsins, förum hér í auglýsingar, svo ætlum ég að spila nýjasta lagið hans Magga Mix og fá ykkar, allavega álit hans Bjössa. Þetta verður eitthvað skrítið, en svona þetta bara skrítið þáttur. Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin Hafið, Spönginni og Hlíðarsmára. Höfum opnað nýjan og glæsilegan Players. Players, búðakór Kópavogi. Nýtt í bíó, Malavita. Sick of being a witness protection. Nýjasta mynd Luc Besson og Martin Scorsese. Welcome to France. Try to fit in. I'm getting tired of finding you a new place to live every 90 days. Frábær glæpamynd með kolsvörtum húmor, þar sem Robert De Niro og Michelle Pfeiffer fara á kostin. Malavita. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Subway hjálpar þér að hugsa heilsuna. Á Subway.is sérðu næringargildi allra bátana. Subway, eins og þú vilt hafa hann. Allir leikir í beinni á risaskjá í boði Carlsberg. Players, búðakór Kópavogi. Stöð 2 kynnir með stolti. Þetta verður eitthvað. Glæsilegustu vetrardagskráp á upphafi. Ég bara rosalega hamingjusöm og gengur rosalega vel. Komið sæl og blessuð. Fleiri og fjölbreyttari íslenskir þættir en nokkru sinni fyrr. Við ljónum góðum íslenskum letri. Ísland gott talent. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2. Margfalt skemmtilegri. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Bjössi segir þetta verður að fá leið á þessu lagi, minnst þetta alveg ágætt. Mér finnst það ágætt fyrst, sko. Já, hann er búinn að heyra það of oft. Ertu a Miley hater eða styður hana? Miley Cyrus the fucking virus. Já. Hún er mikið á milli tannan og fólki núna. Já, þú veist, þetta er bara, sjá ekki allir í gegnum þetta. Nú spyr ég bara fólk, skilur, þú veist, allt þetta sem þeir eru að sjá á netinu, þetta er bara fólk á svona einhverju markasskrifstofu sem er að segja henni hvað hún á að gera til þess að fá athygli. Já, hún er svona að reyna að losa sig við Disney-stimpilinn. Akkurat, og þú veist, það er verið að búa til einhver myndbönd fyrir hana sem er að sjokka get mikið. En þarf hún að fara alla leið svona með þetta? Ég veit það ekki, en allavega, þú veist, hún fær 100 miljón views á YouTube og eitthvað svona, því að fólk leipir við þessu. Já, nakin í myndbandinu og eitthvað. Já, allir bara, djöðlir hún drillt, hvað er að henni? En það er bara einhver gaur með bindin á skrifstofu sem er að segja þetta er nákvæmlega svona að gera ef þú vilt allir horfa á þig og kaupi tónlistina þín og svona. Já, þú ert búin að sjá í gegnum þetta. Þetta er að hefnast. Já, og það er annar maður sem er með, sama umbóðsmann, hann heitir Maggi Mix. Það er rétt. Og hann kann að augra. Erum við að fara í það núna? Já, á ekki leifar að heyra þetta. Jú. Sko, ég kann alveg ágætlega við Maggi Mix. Hann hefur komið sem gestur til okkar í þáttinn Autt og Sveppa á stöð 2 á sínum tíma og gaman að honni. Það er engin kreppa hjá Autt og Sveppa. Það er engin kreppa hjá Autt og Sveppa. Já, hvernig var þetta? Sveppi, Maggi og Autti Blö á stöð 2, ég man ekki hvernig það var. En alltaf, ég myndir setja að vera toppurinn. Að fengi hann sem gæst. Það er bara toppurinn í Autt og Sveppað, ævintýrun öllu að þetta lag
Nei, það get ég ekki sagt. Ok. Með fullri pinningu fyrir Maga Mix-and. En þá var að koma nýtt lag, ég veit ekki, ég ætla að spurja þegar út í þetta. Núna þurfum við bara að tala af hreinskilni og bara hvað sé að gerast með eins og, á þetta lag að vera grín eða á þetta að vera flott, ég veit það ekki. Ég hef ekki heyrt það, ég þarf að heyra það. Nei, ég meika ekki að spila all lagið, en ég ætla að spila hérna fyrir svona mínúti eða eitthvað. Já, svo tölum við aðeins og svo hlusta á meira. Já, sérðu hérna, þetta byrja þetta. Þetta sem sagt, lagið heitir Glaðasti köttur í heimi. Hver spilar það? Ég veit það ekki. Örgulega hann bara, kann hann á hljóðfærið það? Veit það ekki? Ég svalur, ég sætur, ég nettur, ég mjúkur, ég loðinn, ég knúsinn, ég lítill, ég dúlla, ég með skott, ég með ól, ég með bjöllu, það sól. Hvað þetta? Ég mjálma. Mér finnst þetta gott. Hvað segir þú? Mér finnst þetta gott, sko. Nei, verður nú hreinskilinn. Já, auðvitað. Hvað að gerast með þetta? Sko, hann er búin að gera fullt af lögum og hann svona, þetta nýr tónn sem við erum að heyra þarna, þú veist, þegar hann mjálma og eitthvað. Og líka, sko, þú veist, hann með gítar og trommur og eitthvað svona. Ég þarf eiginlega að spyrja bara Magga sjálfan. Þetta gert til þess að, þetta grínlag eða á þetta að vera flott? Þetta bara bæði, skilur. Það húmor í þessu. Já. Þú veist, þannig að lífið hendi í mig harðfisk og ég ætla að borða hann. Þú veist, skilur hann í upprunalega laginu lífið hendi í mig beini. Já, ég næði því alveg, sko. Þú veist, þetta vísun í það. Já. Ég glasti köttur í heimi. Ég knúsaður á hverjum degi og ég að fíla það. Jú, klárum þetta. Ég glasti köttur í heimi. Nei, þannig líka heyrðu ekki 90s áhrifin. Lífið hendi í mig harðfisk og ég ætla að fá mér hann. Mér finnst þetta bara skelfilegt. Nei, ég ertu bilaður. Ég svalur, ég sætur, ég nettur, ég mjúkur, ég loðinn, ég knúsinn. Knúsinn líka? Já, þetta er bara komið gott, ég get ekki hlustað á þetta. Þetta er bara ekki nóg gott. Ég verð að vera ósamlegaður. Ef að fá eitt álit á einhverjum utanakomandi, þriðaðala. Frá okkur hlust? Nei, það er bara... Þú óttast bara að þjóðin muni fíla þetta. Nei, það er flottilega keppnin hjá okkur eftir og þá fáum við álit þjóðarinnar. Ég held að sjó flestir sammála mér hérna. Nei, þetta er gott, sko. Hanna hér með Stay í FM 95 blöð, styttist í stöðrullaða staðreyndir, misnotkunina, flottulega keppnin á sínum stað líka, þannig að það er alltaf gerast hérna hjá okkur. Maggi Mix, búinir að hlusta á hans nýjasta lag sem er Glaðasti köttur í heimi. Ég var að fíla það. Hefur ekki hleypt því áfram í Ísland Got Talent? Glaðasti köttur í heimi? Já. Ég náttúrulega, það er ekki mínum höndum að hleypa fólki áfram. Nei, reyndar ekki. Ég var bara að peppa á. Og sína stuðning, sko. Já, hefur ekki sínt honum stuðning? Já, ég mun nú sína öllum stuðning, en ég efast að þetta lag hefði farið áfram samt. Ég held að reyndar að það hefði farið alla leið, en... Ég held að þú sé að reyna að vera svona bara eitthvað... Að vera hvað? Vera hvað? Ég veit alveg að þið fannst þetta ekki flott lag. Víst, þetta er öðruvísi. Þetta er bara svona til að vera á móti með að við séum ekki sammálaðið eitthvað. Nei, þetta er öðruvísi lag. Þú veist, ok, hann er ekkert að hitta alla tónan eða eitthvað þannig og ég menn þetta er ekki tekið upp í stúdíu Sýrlandi. Nei, en þess vegna var ég að spyrja hvort þetta væri djóklag eða hvort það, þú veist. Nei, ég menna, þú veist, getur lagið ekki verið gott þó hann sé að gera þetta svona, þú veist, sjálfur bara heima. Glaðasti köttur í heimi? Já. Jú, það gæti nefnilega verið mjög gott en þetta var bara það ekki. Fyrir mér þá gengur allt upp þetta. Það er ok, skjáltaði maður. En við vorum að ræða þáttinn, Ísland Got Talent. Og það er ekki allir af spendi fyrir honum. Nei, það er ekki allir jafn spenntir. Og það er hérna indversk prinsessa sem heitir Leonsi. Já. Og hún er, sem sagt, DFF, birti hér fyrir helgi. Þorgerður Katrín dómari í Ísland Got Talent. Já, akkurat. Bubbi Mortens, Þórunn Antín og Jón Jónsson með henni í dómnefnd. Já, það er hérna létt frétt þessa keppni. Já. Það er nú bara svona að vera að segja frá þessu helsta, það er nú ekkert mikið meira sem kemur fram þarna, en Leonsi, vinkon okkar. Hún er byrjuð að kommentera inn á DFF. Já. Ég er ekki við að hæfa, fara úr Magga Mix yfir í Leonsi hérna bara. Jú, það er ég. Viltu að ég lesi kommentið það? Já, gottum það. Já, þetta er sérst að fólk getur kommentað fyrir þetta og Leonsi India skrifar. Já, hún kallar sig Leonsi India þarna, já. Já, hún segir: hæfileikarlausir, ríkisreknir, síkvartandi vitfirringar með öllu. Á Landspítalanum eru faglærðir læknar. Í tónlistinni hjá Stöð 2 eru gamlir dópistar og jarmandi tónlistarfuskarar sem sofa hjá hverjum sem er að komast á framfæri.
Þrátt fyrir alla peningasóun, enginn þeirra eru á ríkasta manna lista á Íslandi eða erlendis. Bubbi sérstaklega hæfileikalus með öllu. Hann ofskynjar mest allan tíma með uppdópaða sleggjudómar annað fólk. Svo stendur í caps lock. Hvers vegna getur Ísland ekki notað íslensku? Stela allt frá útlendum. Já. Og svo linkur á YouTube síðan hennar. Þarna, hún fær eitthvað ekki meitt like á þetta. Nei, en hún heldur svo áfram. Það kemur svolítið óvart, eða ekki? Já. Já, heldur hún áfram. Já, svo hvernig sækir maður það er maður að bíða eftir einhver finnimann, skrifar Elín Arnardóttir. Já. Þá kemur Leon C. þar undir. Manneskja þarf bara að sofa hjá einhverjum til að komast áfram og á spenanum. Minnst hann að ekki gleyma að nota verji. Já, þannig að þar heyrið það ef þið ætlið að fara í pröfu þá þurfuðu bara að sofa hjá einhverjum samkvæmt Leon C. Svo kemur Jakob og hann kommentar ekkert annað en snildar markasetninga 365 því að hún tekur alla athyglinna frá hinum. Svo kemur Leon C. Alls ekki. 365 er dauðadæmdu fjölmiðla. Fáðu ykkur satellite eða njóti RÚV. Já. Einmitt. Hún er ekki aðdáðandi stöða tökrænlega, hún Leon C. Er hún ekki? Nei, einmitt. Og ekki er hún aðdáðandi Bubba Mortens. Nei. Var hún ekki líka daginn að rakkanur Bó Halldórs eða Björka? Jú, og Sigur og svo Björk held ég. Já. Hún alltaf, Bubbi líka sagði henn að gróta sig daginn, sko. Já, reyndar, setti pistil. Já, það sagði þetta komið gott. Já. Það hefur farið eitthvað illa í hana. Já, hún vill ekki láta segja sér að halda kjafti, sko. Nei, en sko það er alveg merkilegt að hún skulle samt alltaf koma aftur til Íslands eins og hún talar illa Íslandika. Já, alltaf Ísland og Íslandika. Já, en einhvað sækist hún í hérna. Já, nákvæmlega, en hún rosa reið, sko. Já, það er einhver reiði þarna, því miður. Já, einmitt. Bara óskuminn allsins betta. Hún kom náttúrulega í 70 mínútur á sínum tíma. Já, það. Fór að kostuð þar. Það var mjög skrítið. Hvað gerir hún? Hún drakk ógeðstrykk en við þurftum að vera með allt nýtt. Hún sem sagt, hvorki étur né drekkur eitthvað sem hún opnar ekki sjálf. Hún treysti okkur ekki og sagði að það væri að því að já, í fortíð hennar þá var fólk að setja eitthvað út í drykkina og eitthvað. Við bara þurftum að hafa allt nýtt. Já, akkurat, eins og þið værið að fara fyrirlinni eitur. Já, ég veit ekki. Það var ekkert mál, við bara vorum með nýja tómatsósu og opnum þetta bara alltaf staðnum fyrir saman hana, sko. Vældi hún yfir sig? Nei, hún kláraði nú. Hún var eiga það, hún klárar sína drykki. Svo alveg er prinsessa. Já, en hún er ekki spenntur í gott talent greinlega og já, lætur fólk heyra það þarna á kommentakerfinu DF enda að nú ekki oft sem að eru jákvæð komment undir fréttum. Nei, það er alltaf lítið af því. Já, þetta er einhvern veginn, það er eins og svona kommentakerfi sérstaklega gert bara til þess að geta rakkað niður. For the haters. Já, það er voðalega sjaldan sem sér bara þetta verður frábært. En þú segir bara stop hating, start admiring. Það er rétt. Skulum ekki hata. Bannað að hata. Förum hérna í auglýsingar, svo er það sturlaða staðreyndir og já, hata. Ég elska þær. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Spænskur saltfiskréttur. Fiskversluninn Hafið, Hlíðarsmára. Höfum einnig opna stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grávói. Mánudaginn 16. september er GTA 5 kvöldopnun í Elko Lindum. Rjúkandi heitar Domino's pizzur, svalandi Egils Orka og Mountain Dew í boði. Húsið opnar klukkan 19 og sala á leiknum hefst klukkan 22. Ekki missa af stærsta leik ársins í Elko. Elko, einfallega lægra verð. Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan. Alltaf fersk. Loksins. Jeff Dunham á Íslandi á föstudaginn. Uppselt klukkan 8. Örfá sæti laus á aukasýninguna klukkan 11. Sjáumst í Laugardalshöllinni á föstudaginn á Jeff Dunham. Náman, Túle og Sena. Við elskum grín. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Back the night. Vel gert. Það er næst annan. En þeir að hlusta hér á FM 95 Blö og það er komið að sturluðum staðreyndum. Yes. Það er sá tími dags. Já. Herri, ég var að lesa það náttúrulega, það er eiginlega nánast heil umferð í Pepsi-deildinni á eftir. Já. Og Pepsi-mörkinni kvöld. Sko, mér fannst óþægilegt að labba út í bíl heima á hann. Það var svo hvasst og kallt. Hvað það var frá að keppa fótbolt í þessu? Einmitt. Þetta er ekki nennan því, maður. Nei. Skítakvöldi. Já. Það var, 3 gráður eða eitthvað? Það var rosalega leiðilegt við Já, kallt og ógeðslegt. Já. En þess vegna kósi ég geta hort á þetta í sjónvarpinu og hort svo á Pepsi-markinni í kvöld. Já, bara að spila fótbolta innan hús. Já, eins og við erum að gera. Já. En ertu tilbúin í sturlaðar?
Ég held það, já. Ekki? Jú. Það eru svona nokkuð sturlar í dag. Ekkert rosalega sturlar. Ég get tekist á við svona frekar sturlaðar staðreyndir. Ok, þá ættir að ráða við þetta. Okay. Fólk sem reykir á ég hættu að missa geirvörtun á sér. Hvernig? Ég veit það ekki. Bara brjóstakrabbamein eða eitthvað svoleiðis? Það dettur hún bara af? Ég bara veit það ekki. En þú átti ég hættu að missa geirvörtu og reykir. Ég reyki ekki. Ekki heldur. Ég var að hringja einhvern sem reykir. Endur ég með 2 geirvörtur. Já, ég var að hringja Steinda. Já. Ætla hann sé með bara með eina geirvörtu? Örugglega. Hann veist að reykir í bílnu sín, svo er hann að selja hann. Ég fekk far hjá hann núna föstudaginn á Haustfagna, stöða 2. Og þá bara hann á ekki hundið hann eitt. Nei, á hann ekki hund núna? Var hann ekki með hund núna? Nei, hann ekki, hann fær hann eftir 2 vikur held ég, eitthvað svoleiðis. En bíllinn er samt eins og hann eigi 7 hunda. Hann er ógeðslegur aftur í og... Það er ekki reykinglitt af hundum? Nei, en það er bara ógeðslega, hann náttúrulega reykir í bílnum og það er allt í hárum aftur í eitthvað, ég veit ekki af hverju það er. Eftir hvað eru hárin? Ég skil það ekki, ég spurði hann vissi það ekki sjálfur. Skrítið. Já, allt í drasli líka, súpudósir og svona. Já. Þetta er bara eins og hann sé, 13 ára eða eitthvað. Já, þroskastu. Já. Steindi þroskastu. Ræði þetta við hann á 15. Hérna svo kemur næsta. Þú brennir 26 kaloríum á mínútu í sleik, eða frönskum koss. 26 á mínútu? Já, mér finnst það svolítið mikið. 260 tímhundum. Já. Þannig að það er bara svo frútt að skokka. 1300 kaloríum á 50 mínútum. Já, þú ert bara í sleik í 50 mínútur samfleytt, já. Brennir maður þá 13 meira en þú fyrir út að hlaupa bara. Ok. Greinlega. Þar hafið þið það. Þessi sturlu. Kaloríum. Já, 26 á mínútu, þannig að, já, maður ættu nú að geta þrauka í 10 mínútur alveg. Ferskur. Já, það eru 260 kaloríur. Já. Og líka bara skemmtileg hreyfing. Þú elskar að fara í sleik. Þetta hljóma svo ógeðslega eitthvað. Nei, þú verðast að tala um það áðan. Var ég hætti að ljúga alltaf upp á mig? Ég er ekki að ljúga, ég mætti og við vorum eitthvað. Fyrsta sem ég sagði hefur bara ég elskar að fara í sleik. Það var ekki fyrsta, en svo varst eitthvað, djöfull væri til að komast í góðan sleik núna bara. Þú veit alltaf gaman í sleik, maður. Já. Svo er hérna ekkert fólk lyktar eins. Það er að segja, þá veist, nema sér með sama rakspyrra eitthvað þannig. Það er að tala um svona líkamslykt. The body odor. Já. Og, já, ég hef nú ekkert orðið mikið var við líkamslykt. Nei. En við var alveg hreinskilin. En þú? Verð ég var við líkamslykt? Já. Sjálfum mér eða? Já, til dæmis. Nei, en sko fólk samt, þú veist, aðrir greinana, skilu, þú kemur heim til einhvers og það er svona einhvern lykt þar. Á svona einhvern svona bjössalykt. Já. Eins og ég veit alveg hvað svessalykt er. Hvernig er hún? Hún er svona alltaf leið, sko. Er hún ekki svolítið góð? Hún er svona ágætt bara. Já. Svo er hér, það er fæðing á 30 sekúndar fresti einhvers þar í heiminum. Það er á mikið. Þannig að núna 1, 2, 3, einhver að fæðast. Já. 1, 2, 3, einhver að fæðast. A baby being born. Já, og 30 sekúndar fresti. Það er svolítið mikið. Já. Svo hérna, talandu börn, Lil Wayne, sem að labbaði mitt með Floyd Mayweather inn í ringinn helgina, hann eignaði sitt fyrsta barn 15 ára. Já, hvað er hann gamall? Ég veit ekki, það er eitthvað sem segir mér, sko, hann sé ekki komið þroska eins í dag. Hvað þá þarf hann 15 ára? Hann er frekar tæpur náungi. Já, hvað, maður er 15 ára í 10. bekk eða ekki? Jú. Já, Guð hjálpi barninu mínu að ég eignast barn þá maður. Lil Wayne? Nei, þá haldi ég að ég væri skemmtar en ég er. Hann er fæddur 82, Lil Wayne. Lil Wayne, já. Já, ég get allavega fyrir mína parta, það hefði verið skrítið uppeldi á krakkanum mínum að ég eignast batteri að vera í 10. bekk því að ég var hálf ruglaði sjálfur. Já. En kannski hefði maður þroskast við það, maður veit það ekki. Ég held að negi eitthvað 4-5 börn. Já, ok, duglegur kallinn. Já. Svo hérna, það er 6.800 tungumál í heiminum, hvorki meira en ég minna. Vá, hvað mikið. Já. Það er mjög mikið. Hvað kannt þú mörg? Ég kann, ég veit það ekki. Vá, hvað er svona mörg? Kannski 20-30. Nei, hvað ertu með 3-4? Ég náttúrulega, skilur, ég tala bara ensku vel, skilur, en svo getur maður svona bjarga. Og íslensku? Já. Svo getur maður bjarga sér á dönsku, þýsku og spænsku. Þýsku líka? Já. Æ, ok. Ég geti bjarga mér, skilur. Já. Ég getur svona tala hægt, skilur, ég var í vandræðum. Getur farið í leigubíl og komið þér heim. Já. Panta mat. Flóðhestamjólk er bleik. Við höfum talað þetta oft. Já. Oft áður. Flóðhestamjólk er bleik? Ég lík hverju meinast að þætti. Ok. Þá tölum við þetta. Alltaf þetta við það. Það búa 690 miljón manns í Afríku. Sturlu staðrind. Það er samt bara 10% af heiminum. Það slatið samt. Já, en ég menna, þú veist, er þá restin bara í Asíu, eða? Já, rosa mikið Asíu, náttúrulega. Hvað er ekki? 2 miljardar í Indlandi eða eitthvað? Nei. Ekki? Það er 1,3 miljardar í Kína og svona miljardur í Indlandi. Nú, ok.
Svo er það hérna 7 af hverjum 10. En það eru samt sko, það eru rúmir 2 miljardar bara í 2 löndum. Já. Það er, skilur, that's a lot. Það er slatti. 7 af hverjum 10 trú á líf eftir dauðan. Já. Trúir Björn Bragi á líf eftir dauðan? Ég veit. Ég vona það eiginlega meira. Er það ekki? Ég veist hvað ég hræðist. Hvað? Að ég hræðist það að deyja. Og ég er samt ennþá, fattaru, með meðvitund, skilur, svona sálinn einhvern veginn, skilur. En ég get ekki hreyft líkama neitt. Oj, þú ert bara í kistunni? Ég er bara í líkama mínum, fattaru, fastur, en ég get ekkert gert og allir eru bara eitthvað svona. Og svo er ég jarðaður og ég er bara í kistunni, bara eitthvað, fattaru. Það er enda skelfilegt. Og ég lifi þar að eilífi. Ég er svona pínur hættur að þegar maður deyr, ég er stundum hugsað þetta, það er bara svona pínur sem þegar maður sofnar. Þú veist ekki, þú veist, af sjálfu þér, basically. Já. Ég held að það sé þannig líka, sko. En hvað gerst síðan? Það er góð spurning. Þú veist, þegar þú ert sofandi, þá veist ekkert hvað er í gangi. Nei. Hefur þú sem að liði yfir þig? Já, einu sinni. Af því að ég... Varst það svona að láta það liði yfir þig? Nei, ég var í fyrsta sinn sem að foreldrar minni treystu mig fyrir að vera einum heima í Jöklatúni 5 á Sauðárkróki. Ég held ég hef myndi verið 14 ára eða 15 ára. Þau fóru ellendis. Ég mátti skrifa á mig í Hlíðarköp. Og átti sem sagt að kaupa mat og annað. En ég keypti bara ís og nammi og eitthvað, svo stóð ég einu svona uppur og var að horfa á vídeo heima og mér það leiði við mig. Bara næringarskort held ég. Varstu búin að borða svona í ís og nammi? Já, bara ekki búin að borða neitt holt í 2 daga. Þú ert gaurinn sem er í tölvuleik og skilur skítur í fötu. Hvað rugglaði? Ég er bara nammigrís á þessum tíma. En ég líka, það er ekkert að vera nammigrís að ég svo mikið nammi að líði yfir mann. Nei, það var ekkert að því ég borðaði svo mikið nammi. Það er að vera nammi göldur. Já, það var bara því ég var ekki búinn að borða neitt holt, skilur. Það vantaði bara, mér vantaði næringu. En það hljópi upp í Hlíðarköp og keypti bara lýsisperlur og allt eitthvað holt. Og verður að borða eitthvað holt auðvitað mér. Sjálfsög, veit það í dag. En ákveðast að spyrja hvort það við liðið yfir mig? Nei, því að þú veist, oft í grunnskóla voru svona að láta líði yfir okkur. Út á túni. Það er eitthvað svona í árbænum. Já, og ég held að það sé svolítið þannig að deyja. Sú upplifun. Já, og vakna bara ekkert aftur. Nema þú vaknar ekki aftur. Já, ok. Þá eru 2 eftir. John Heater, veistu hver það er? John Heater. John Heater? Já. Hver er það? Það er Napoleon Dynamite. Það er hárrétt hér og hann fekk ekki nema $1,000 fyrir að leika Napoleon Dynamite sem eru 130.000 íslenskar. En myndin þjenaði $200 million. Vá, en svo náttúrulega hefur hann fengið fullt af hluturkum eftir þetta. Já, hann var frægur eftir þetta. Já. En heldur þú, kannski fekk hann eitthvað bónus eða eitthvað? Já, örgulega. Trú ekki öðru. Hann fekk að skrifa á sig í Hlíðarkaup. Já, og svo leiði yfir hann. Svo er það síðasta hérna. Viagra er gott við flugþreytu eða jetlag. Já. Hefur þú tekið svona stinningarlyf? Þetta voru stórlega staðarindir þennan mánudaginn. Það er alltaf stemming í þessu. Hver fannst þér best í dag? Mér finnst best að vita að þú hafi tekið stinningarlyf. Ég svaraði ekki spurninguna, þú veist það ekki. Þögn er saman samþykki. Þú veist ekki þú. Kanye West frá upphafi. Að mínu mati, Runaway hér í FM 95 Blö. Auðun Blöndal og Björn Bragi með ykkur til 6 í dag. Styttist í flottulagakeppnina og þemað í dag er boyband. Já, það er líka mjög lótt. Velja eitthvað lag með boybandi sem okkur finnst flott. Já. Það koma nokkra hljómsveitir til greina. Backstreet Boys, NSYNC, One Direction, Westlife, já. Herðu, og náttúrulega hérna Take That. Ég þarf að hugsa þetta hans betur. Já. Ég er samt svona, ég held ég veit hvað lag ég ætla að vera með. Svona grunna. Og svo ætlum við líka á eftir að gefa miða á Mið Ísland sem að eru, hvað þeir á Akureyri á föstudaginn, ekki? Jú, við erum á Akureyri á föstudaginn og við ætlum að gleðja Norðlendinga hérna í FM 95 Blö. Við erum ekkert alltaf að því. Það er líka svo gott fólk fyrir norðan. Það er gott fólk fyrir norðan og við ætlum að gefa miða á sýningun okkar. Hvar verðið með sýningu? Í Hofi á föstudagskvöld. Það er harpan þeirra. Já. Í Hofi. Hvað er það ekki? Risasalur? Jú, það er 500 manns held ég. Já, ok. Þannig að, já, við gefum miða á það hér á eftir ásamt því að fara í netmisnotkun og annað. Það er eins og er komið að auglýsingum sem að halda þessum þáttum uppi og svo er það flottulagakeppnin. Mini-pítur, frábærir í veisluna, fundin eða bara hvað sem er. Pítan, sími 562 9090. Pítan, alltaf fersk. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Humarsúpa Hafsins. Fiskverslurinn Hafið, Hlíðasmára. Við einnig opna stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grái. Það er komið að því. Jeff Dunham stígur á stokk í Laugardalshöllinni á föstudaginn.
tryggðu þér allra síðustu sætin á aukasýninguna klukkan 11. Ekki missa af stærsta grínviðburði Íslandssögunar. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Ískaldur á krana alltaf á aðeins 500 kall. Players, búðakór Kópavogi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakk. Þetta er Avicii hér með Wake Me Up. Og ja, þeir eru að hlusta á Ödda og Bjössa þennan mánudaginn, það er 16. september, þetta er fljótt að líða og það er komin tími á flottulega keppnina hér í FM 95 Blö. Ó já. Hvernig fóru síðast, Dóttur? Þú vannst mig með einu síðast ekki? Ég vann þig. 5-4. 5-4. Já, og segist þér einhverja taktík í dag? 5-4 rúst. Já, ætlar að bara play hardball eða? Nei, bara taktíki mín er að spila bara betra lag. Já, eitthvað sem lag sem að þér finnst flott eða ekki? Jú, sjálfsögðu. Já, ok. Er það ekki að fara að spila uppáhalds boybandlagið þitt? Ég skil ekki, nei, þú sagðir eitthvað, ég er með góða taktík, sagður. Já, taktíki mín er bara að spila betra lag en þú. Já, ég meina, það segir sér sjálf. En þú ert að undirbúa eitthvað annað. Ég veit ekki hvað þú ert að reyna að mála upp hérna. Næ, ok, byrjað þú núna. Ég byrjaði síðast. Og ég byrja? Já, þannig að svo er þetta í ykkar höndum, kæru hlustendur, þið ringið 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur flottulegakefnina. Já, ertu tilbúið með lagið mitt? Er það komið í... Lagið, nei, þú stjórnar þínu lagi, ég er bara... Já, ég er að segja að þú þarf bara ít og play, skilur. Já, og hvaða lag ertu með? Já, það mun koma núna, sko, þetta eru 5 félagar mínir sem að heita Niall, Zayn, Liam, Harry og Lewis. Allar í One Direction. Að sjálfsögðu. Ha? Er það uppáhalds boybandið þitt? Já. Nei. Grjótarðir. Er þetta uppáhalds... Nei, þetta er bara því þetta vinsalt núna. Nei. Jú, það er... Alls ekki. Ekki bara er þetta frábært lag og vel sungið og gott lag. Heldur er textin líka bara svo flottur. Dreftu með ekki Björn Bragi. Herru, þetta er til stúlku sem veit ekki að hún er fallega en hún er mjög falleg og það er það sem gerir hana fallega. 20 sekundur eftir. Takk að into your eyes. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you lift your hair gets me overwhelmed. But when you smile after round, it ain't hard to tell. You don't know. Búið, komin í 1.50 með þessa. Stórkostlegt lag og ég veit líka. Sko, ert þú ekki a fellow Directioner? Ég veit alveg okkur að velja þetta lag. Þú ert að treysta á því að, sko, Directioners á Íslandi, það er alveg, sko, harðkjarnalið og harðkjarnaðaðdæmandur. Mennur fólk eins og ég, sem er Directioners? Þú veist, ég held að þú myndi velja eitthvað með NSYNC eða, og sko, nú er komað mínuleg. Ég er Directioner, þá velja ég lag með One Direction. Munurinn á mér og þér er að ég actually valdi lag sem var í uppáldið á mér þegar það kom út. Ég er alltaf að tala um þetta lag. Aldrei hitt að tala um þetta lag. Víst, ég elska One Direction. Þetta trikkjar, hérna kemur mitt lag. Það er með vinsalasta boybandi allra tíma. Þeir hafa selt 150 miljón plötur og lagið heitir Show Me The Meaning. Þetta er rosalega. Niðurdrepandi shit. Minnum að þeir eru að vinna á Vörst árið 2000. Það var þetta gríðalega vinsælt og ég var að fan. Þú varst líka lonely, en ekki? Nei, ég var ekki lonely. Faldi. Þeir eru að vinna í Vörst, alls. Það er bara, þú veist þetta textanum, sko? Já. Being lonely. Já, mér finnst þetta geggjalag, en þetta er í ykkar höndum, kæru hlustendur. Hvort er það One Direction, What Makes You Beautiful, eða Backstreet Boys, Show Me The Meaning of Being Lonely. Og ég ætla að opna hérna fyrir síman, það er fyrstur upp í 5 atkvæði og hér fáum við fyrsta hlustanda. FM, góðan daginn. Jæja, strákar. Hvað segir þið þá? Herðu, sko, það er greinilega bara Auðun Blöndal sem við tekið þessa keppni alvarlega því það er svo klárlega Backstreet Boys sem er að vinna þessa keppni eða grínast í. Hæ? Já, skott, ég vil ekki ánægja með þig. Ertu ekki? Það er bara ekkert annað, sko, þetta er ekki keppni. Það er líka svo skelfulegt eitthvað, sko, Björn Bragi, hvað ertu, þú er 29 ára, ekki? Ég er 29 ára Directioner. Já, og hvað byrjar að fíla þá bara núna? Þetta æði byrjaði fyrra? Ég byrjaði að fíla One Direction ára 2011.
Já, það eitthvað ramt við það. Það var að vera svona smá halló, skilur, eins og Backstreet Boys, en samt gott. Já, nákvæmlega, djúður ég ánægði með. Ég þakka að kella fyrir þetta. Já, þú ert með þetta, alveg á hreinu, takk, bye. Það er 1-0. Þetta er hægt að borga fólki fyrir að ringi. FM, góðan daginn. Halló, Hvort fannst þið betra? Þeir eru ákveða, sko. Dóttinn að ringja þarna? Nei, ég skelltist á. Skellir á? Nei, ég skellti ekki á, það skelltist á. FM, góðan daginn. Aftur núna, hvað er að gera? Þú skellir bara á alla sem er að fara að gefa mér atkvæði. FM, góðan daginn. One Direction er bestir. Já, þar er ég sammálaðir maður. Ok, já, finnst þið... Ég ætla að halda mig betra. Takk. Ok, takk fyrir að ringja samt. Já. Ok, glæsilegt. Ok, bye. Bye. Ég er svo sammála. Það er svo gaman þar að kærast hann að spjörsa nær inn. 1-1 FM. Góðan daginn. Góðan daginn. Það er Backstreet Boys. Það sjálfsögðu. Hvað er þetta? Maður heyrið það bara á röddinni. Já, algjörlega. Takk aðeinslega fyrir þetta. Yes. Ok, bye. Ég er með eldri mann. Þú ert með ömmurnar. Nei, ömmurnar var svona 25 ára þessi. FM. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Öddi, þú skeist. Það er björnfræði allan daginn. Í alvörunni? Já. Ég held ég verið pottið með þitt atkvæði. Nei. Talaði svona þannig. Býttu hvað? Að því hún talar, að því hún er ekki 12 ára? Það er fólk á öllum aldri sem að fíla One Direction, Öddi. Ég held að þetta verið einu atkvæði sem þú færi sem notar ekki snuð. En takk hérlega fyrir að ringja samt. Ekkert mál. Ok, 2-2. Heyriði hlustendur hvernig hann talar sko bara við fólk sem að, þú veist, ertu að dæma fólk fyrir að fíla One Direction? Alls ekki, mér finnst One Direction gott band, mér finnst bara Backstreet Boys svona, lagið er meira klassík og betra, FM. Já, klálega Öddi sko. Já, er það ekki? Þú ætlar jánaði með 3-2, takk fyrir að ringja. Ok, nör, bye. Það er 3-2, það er spenni í þessu enda. Ég veit ekki hvað Harry og Liam og Louis og félagar myndi segja við þessu. Ég með sama held ég. FM. Góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, ég er nú 21 árs mikil Directionist, þannig að ég er Björn bara í dag, sko. Já. Þá byrst ég alls. That's what makes you beautiful. Já. 3-3, herru, þetta er alltaf spennandi. Takk fyrir að ringja. Já. Ok, þessi var 21 árs og var að Directioner. Directioners eru á öllum aldri, veit ég. Hvort lagið fannst þér betra, kæri hlustandi? Halló. Herru, já, góðan daginn. Góðan daginn. Þetta er að Backstreet. Sjálfsögðu, 4-3. Það breytt en. Allt fyrir þetta. Allt fyrir þetta, takk fyrir það, kallinn. Takk, bye. Fólk er bara að ringja. Ekki tryggt með sigur. FM. Já, góðan dag. Góðan daginn, hvað segirðu? Hvað var þetta vondurlagkeppni eða? Nei, dátturinn heldur að vera flotturlagkeppnin. Þetta fætti. Með boyböndum. Það er svona tvenn ítlu, það var að Backstreet Boys að vinna, sko. Það er Backstreet Boys, þarna þekki ég þig. 5-3, hvað er þetta að ringja? Já, ég er bara í Reykjavík. Þú ert í Reykjavík, er veðrið eitthvað skána? Nei, það er brjálað við með. Skýta veður úti? Það er skýta veður, sko. Já, ég allavega, þetta huggaði mig, takk hérlega fyrir að ringja. Takk mál. Og tryggja mig sigur, takk, bæ. Þá var það búið, það er 5-3. Þú náttúrulega skelltir bara á alla sem ætla að gefa mér fyrir Backstreet Boys, þú heyrir alveg Björns, þetta er miklu flottara lag. Nei. Þetta er, ég segi, they don't make them like they used to. Hvað, eins og Backstreet Boys, er það þín hugmyndum bara bestu tónlistina? Nei, svona boyband. Hlusta. Nei, þú er kannski ekki að flotta með myndi en samt flott lag. Þetta er fint maður. Þetta var sigur í dag. En besta Backstreet Boys lagið er samt I Want It That Way. Nei. Jú. Já. Finnst þið í alveg? Já, ertu brjálaður? Ég bara get ekki verið sammála því. Ég hefði átt að spila hérna Back for Good með Take That. Það er endar, það hefði getað hjálpað en við skulum fara hér í Macklemore. Sjokkar það samt á Directioners sem verður ekki duglegir að ringja. Mér er svo gaman að vinna. You ready? What's going on? I'm Macklemore. When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Sure. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex had the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh, nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago.
was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression, yet we don't have acceptance for 'em. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. In the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. Eitt númer 533 33 50. Við á Gló höfum opið frá 11 til 21 alla virka daga. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin Hafið, Spönginni og Hlíðarsmára. Höfum opnað nýjan og glæsilegan Players. Players, búðakór Kópavogi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is, Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Verð í sterkara sambandi með símanum, segja þeir að hlusta hér á FM 95 Blö. Og það var einn að benda mér á Twitter að Jackson 5 er náttúrulega boyband. Já. Náttúrulega, það er einnig mínum uppálsana. Veistu hvað ég hefði átt að spila? Ég átt að fyrir Jackson, hvað? Ég hefði átt að spila FM 95 Blö lagið. Já, það er enda boyband líka. Það hefði eiginlega unnið allt saman. Já, ég hefði líka ekki getað rakkaða niður. Ég veit það. Það nefnilega hefði verið the beauty part. Já, en það fór 5-3 fyrir Backstreet Boys hér áðan. En við ætlum að vera góðir núna, strákarnir hér, og gefa miða á Mið Ísland á Akureyri. Já. Þannig að ef ykkur langar að kíkja, hvort sem er búið fyrir norðan eða sunnan, þá erum við að gera hringja bara í 511-0957 núna. Já, við erum með uppistandsýningu í Hofi núna næsta föstudagskvöld klukkan 8. Já, og hvað hérna ætlar að hafa einhvern leik í gangi, ætlar að bara gefa með það? Ég veit það ekki, þau verður einhvern leik. En hérna, svo verður Þorsteinn Guðmundsson með okkur. Já, ok, hann er eins og nýtt lengur. Það verður the real FM, góðan daginn. Góðan daginn. Þú vilt kíkja á stand-up? Já, ég er klárið að maður. Ertu fyrir norðan eða? Að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Ertu á Akureyri? Ég er á Akureyri. Mjög gott, mjög gott. Herru, ég bara vil endilega bjóða þér á sýningu. Hvað er nafnið? Leo. Leo, eins og súkkulaðið? Eins og súkkulaðið. Það hefur verið kæristuna líka. Já, sjálfsögðu, pluss 1. Það fyrir mikið að senda þig einan. Nei, það er bara set, sko. Hérna, er Leo súkkulaðið samt ekki lengur hætt? Nei, sá það daginn, mjög gott. Er það? Já, það er hann kom til maður. Það lifir góðu lífi. Herru, Leo hvað? Leo Jóhannesson. Leo Jóhannesson. Herru, ég seti þið á gestalista og við sjáumst ferskir. Þú og kærast að gigi. Já. Herru, snill, takk að þið. Alrighty, takk fyrir að ringja. Já. Og sko, við gefum einni viðbútt hérna í loftinu og svo gefum við líka bara hérna offer. Já. FM, góðan daginn. Halló. Góðan daginn. Hvað segir þú gott? Það er ekki að með. Já. Hvað heitir þú? Ég heiti Kristín. Kristín, hvað ertu gömul? Ég er 19. Hvað ertu að gera núna? Ég er bara að hlusta þáttinn og horfa kærastan minni í PlayStation. Og horfa á? Hvað leikar hann í PlayStation? Hvað heitir leikurinn? Splinter Cell. Splinter Cell. Splinter Cell? Akkur er hann ekki FIFA? Er hann ekki fótbolta áhugamæður? Jú, hann bara kom okkur hann held ég. Ok, en færð þú ekkert að vera með? Ég nenni því eða ekki. Ok, finnst bara gaman að horfa. En finnst þið gaman að horfa eða hefur bara ekkert betra að gera? Ég hef bara ekkert betra að gera, sko. Nei. Þá þurfum við að bjóða þér í uppistand. Já. Ertu fyrir norðan eða? Já, ég býð Akureyri. Mjög gott. Herru, hvað er nafnið? Það er Kristín Ásta Guðmundsdóttir. Kristín Ásta Guðmundsdóttir. Viltu ekki taka hann með þér eða heldur hann verið fastur í Splinter Cell alla helgina? Ég vil gæta að taka með það, sko. Mjög gott. Þannig að þið farið 2 saman. Já. Takk fyrir ekki. Takk. Ætlum að gefa nokkra miða í viðbót hérna bara off the air, þannig að að gera hringja ef við langar að fara að sjá Mið Ísland í Hofi. Já, en svo þeir sem að vilja kaupa miða, þá er það hægt á heimasíðu Hofs sem er held í menningarhús.is. Já, er það ekki á miði.is líka? Ég veit það ekki. Það er allavega á Hofsíðunni. Hofsíðunni, kíkja það.
Þetta hljómsveitin Klangarössel. Ég fíla þetta lag. Já, með þetta ógeðslega flott. Ég var að hlusta á þetta Þetta lag Lordi í ógeðslega flott núna. Já, mér líka. Já, með Royals. Já, ég var að tala það í síðust þetta. Já. Manstu ekki eftir því? Þetta eru flottustu lögin núna. Já, þetta er að besta sem eru að gerast í tónlistinu á FM 957. Það er rétt og aldrei að vita. Við spilum hitt einmitt hér á eftir. Já, Lordi. Er einhverjir tónleikar núna að detta inn á Íslandi? Ég ætlaði að fara að tala um það. Það vantar alveg. Já, það er ekkert að gerast núna. Það er reyndar, hann Jeff Dunham með sýningu núna. Já, það er grín. Svona stand-up, já. En það er... Það er ekki með eitthvað brúður og eitthvað leiti. Jú, hann er voða fyndinn alltaf það sem ég sé á honum á netinu, sko. Já, en nefnilega, sko, á 10. áratugnum, þegar við vorum upp á hvað besta. Það var alltaf pölp og... Já, það voru alltaf tónleikar. Skunk and Nancy og... Nákvæmlega. Coldplay komið hérna. Já, tvísvar. Já, nákvæmlega. En hvað er þetta? Ég skil þetta. Mér finnst það eina sem er í gangi núna, það er eitthvað svona hérna, bara einhver DJ. Það er að flytja inn einhver DJ eða eitthvað. Hann náttúrulega var, Frank Ocean var enda eina og flottur. Já, reyndar. Ég fór að sjá hann, en það var samt svona, það var pínu skrítið samt. Á tónleikum. Ég var ekkert að missa mig eitthvað í einhverju trillingi, hann var bara stóð mikið og söng allan tíma. Já, hann á alveg, 3 lög sem að þekkti. Flottur tónlistarmaður. Já, hrikalega góður, sko. Ég er að segja, sko, þú veist, þegar ég fór á Blur þegar ég var 13 ára, ég bara sturlaðist. Já, það var geggjað. Blur voru geðið ekki, sko. Pölp náttúrulega líka. Hvað var þetta Pölp? Ég fór á Blur og Bloodhound Gang saman. Bloodhound Gang voru að hita upp fyrir Blur. Já, ok. Geðið ekki tónleikar. Þeir eru líka alveg döðir, Bloodhound Gang. Já, það er líka rétt. En fórstu ekki á Rammstein í höllinni það? Nei, ég reyndi að missa því. Og ég fór heldur ekki á Metallica. Nei, það eru þeir tónleikar sem ég sé hvað mest eftir að hafa farið ekki á. Já, þeir voru á afmælistæði minn. Ég skil ekki okkur ég fór ekki á. Sjá, Metallica er eitt af mínum uppáhaldsböndum. Já. Svo eru konur til Íslands og maður þeir ekki. Já, það er bara skandall. Bara sorglegt. Já. Ég var einhver búinn að heyra að Pitbull var kannski komið til landsins. Er það? Myndirðu mæta? Myndirðu fara á Pitbull? Nei, ég held ekki. Akkur? En þú? Ég held ég myndi fara, já. Segjum við það. Já. Maður myndi alveg ekki að dansa Rain Over Me. En þú veist, Pitbull, þarf hann ekki bara að spila á B5 eða eitthvað? Þú veist, hvar myndir að hafa tónleika með Pitbull? Bara í höllinni, heldur hann myndi ekki fylla höllina, Pitbull. Það er eitthvað svo skrítin stemming þar. Hann á samt svo mikið slögurum, hann er náttúrulega búin að vera gríðalega vinsæll núna síðust ár, hérna FM og öðrum stöðum. Já, hann er flottur, sko. Myndir þú fara að sjá Lana Del Rey ef hún væri með tónleika? Ég myndi ekki fara á einhverja risatónleika, ég myndi vera svona bara eitthvað í náttfötum, náttfötum? Já, ég myndi, ef það væri Lana Del Rey tónleikar, ég myndi vilja að væri bara svona einhverju kirkju og ég væri í náttfötum og... Já, ekki í höllinni sem þetta. Já, ég er að meina það. Já, ok, svona eitthvað kósí í kirkju. En við höfum oft rætt, sko, hvaða band okkur langar mest að sjá. Já. Hvað svona af því sem er raunhæft myndir við mest vilja sjá? Af hverju er ekki raunhæft að fá Justin Inga? Það er bara ekki hægt. Nei, Justin Timberlake, Justin Bieber. Herri, þú ert fílað svo skrifn og tónlist. Já, svona Justin Timberlake er sá sem ég held ég mest til að fá núna. Já, en ég meina hann... Það er raunhæft, Guns N' Roses er ekki raunhæft, ég var miklu meira til að fá Guns. Guns? Já, eins og ég gæti það. En sko, þarf ekki að selja svona 30.000 miða til þess að fá hérna Timberlake? Jó, kannski. Til þess að standa undir kostnaði og svona græða eitthvað á tónleikunum? Já, kannski. Ég verði til í Coldplay. Já. Er það orðið óraunhæft eða? Já, ekki nema bara, þú veist, ef þeir eru svona í einhverju, þú veist, þeir vilja svo mikið koma til Íslands. Já, reyndar, þeir eru náttúrulega búin að koma 2 áður og voru bara mjög ánægðir með þetta. Við ætluðum í netmisnotkun netna, en það er einhvern veginn ekkert að gerast á netinu. Nei, það er líka skemmtilega að tala um tónlist. Já, og ég var búin að opna vinkun okkur vel og grand, það er voða lítið þar. Já. Hún er samt, sko, hún er rosalega ástfangin núna aftur, þau eru byrjað aftur saman, hún og gerðist hennar Eyjó. Já. Hún situr hérna síðast og eitthvað. They say you never know what true love is until you first gotta know how to love yourself. And when you do that, you will be able to love someone else. Ég skildi ekki. And that's what I did, and that's why I'm so in love with Eyjólfsson. Er að deyjur ást, fjandinn hafa hvað lífi kemur mann alltaf óvart. Mushy, love baby. Já, hún er voða happy. Þetta er bara æðislegt. Já, hérna er líka myndað nýkomin úr ljósum. Orange parið nýkomin úr ljósum. Ert þú mikið að ljós? Fjandi, hvað er ég að lesa? Ert þú mikið í ljós? Nei. Svolítið samt? Aldrei. Jú, kannski svona einu sinni á 2-3 mánaðarfresti. Já. Ef ég var alveg hreinskilinn. Ef það er eitthvað að fara að gera eins og jól eða eitthvað. En þú notar rosa mikið brúnkukrem? Já, ég elska það. Og hræri, nei, ég er ekki brúnkukremi. Hvort við vildum fara á tónleika með henni? Ég myndi kíkja. Fíla þetta lag, það heitir Summertime Sadness. En, já, hvað segirðu? Upplifðir þú Summertime Sadness í sumar? Hvað veður var þar, já? Já. Það var ekki gott veður í sumar. En auðvitað, segðu mér nú aðeins frá þessum nýju þáttum sem er að tröllríða öllu.
Hvað þáttum? Ísland gott talent. Hvernig skráum maður í þessu óskum? Ég get ekki sagt þér frá því að við erum ekki byrjað. Segðu mig hvernig maður skráum. Já, byrjuð. Þú ferð inn á stöð2.is/talent og skráið þar. Ég held að séu 200-300 manns búin að skrá sig nú þegar. Og einhverjar svona reglur? Þú veist, skilur, með allir skrá sig? Já, bara ef þú ert með eitthvað hæfileika þá má maður útlendingur? Já, það held ég. Þú veist, má ég koma frá Bandaríkjunum bara til að taka þátt? Já. Þetta er enda góð spurningin, já, ég held það samt. Ég held að þetta sé bara opið öllum, sko. Líka litli krakkar og svona. Já, það er fólk. Ef þú ert lítill krakki, þá þarftu eins og foreldra með til þess að taka þátt. En það er sko eins og í þessum keppnum, ég hef hort á bæði eins og Britain's Got Talent og þetta. Britain's Got Talent. Já, Britain og Amerika. Að þá eru börnin, þau stila oft sinnin í þessu, sko. Já. Það var einn 11 ára gutti sem var hrikalega góður að dansa sem vann þetta og svo líka bara ef þú átt gæludýr eins og það var hérna í Breitlandi var stelpa sem vann með hundi sinn. Sko, hann var þetta fáránlega góður, hundurinn. Hvað gerði hann? Bara allt saman? Já, bara hoppi, fangið hann og hoppi gegnum hringi og dansa á 2 löppum og þakka fyrir hann söng ekki, sko. Sko, en hversu, sko, mörg mismunandi atriði getur einn hundu gert? Já, hann náttúrulega, sko, þú þarft að vera með hæfileika, þetta endar í 2 rándum sem þú þarft að þú byrjar að komast áfram. Já. Svo verður þú örugglega í hörpunni eða eitthvað svona álíka stað þar sem að þú kemst þá aftur áfram og svo úrslita þáttur. Já, en ég meina þannig að þú þarft að sýna þér 3 svar, held ég. Já, einmitt. En það er ekki alltaf að gera eitthvað nýtt, skilur. Ég meina eins og ef við verðum að syngja, það er að taka eitthvað nýtt lag og svona, ekki? Já, þess vegna þarf það að vera búin að svona eiginlega ákveða eitthvað svona 2-3 atriði. Já, en það er ekki meira en það? Nei, þannig að þú getur alveg búið til 3 dansa fyrir þetta og það er alveg nægur tími, þannig að fólk er að skrá sig bara núna. Ef ég á hund sem að getur, þú veist, bæði lappað á bara 2 löpum og hann getur talað. Já, þá myndi ég ekki hafa á sama tíma, fattur það? Já. Þá myndi ég spara talið fyrir úrslitaþáttinn. Eða út hund sem talar, þá er þetta bara búin að vinna þetta, held ég. Já, það er Hver er að fara að toppa það? Hund sem talar íslensku? Þú veist, einhver sem getur... Gaman að vera. Nei, Herri, þetta er enda góð pæling. Hvernig heldur að hundur myndi tala svona high pitch? Já, það held ég. Heldur að myndi ekki tala svona? Hundurinn? Já. Nei, ég held að hann væri uppi. En hundur ekki tala einhvern veginn svona? Það fer enda bara pínu eftir hvernig hundur þetta er. Já. Það ekki? Hvernig, þú veist, svona eins og... Hvað myndið þú gera, Bjössi, ef að... Í fyrsta lagi, myndur þú skráði í gott talent? Viltu ekki tala meir hundin hvernig hann talar? Nei, mér byrja að liðla. Ok, myndi ég skrá mig? Já. Ef ég ætti hund sem getur talað. Ok, en bara þú sem Björn Bragi og hefur aldrei unnið í fjölmiðlum, búin að vera í skóla bara og eitthvað, myndur þú skráði þarna og vera með stand-up? Ég myndi ekki vera með stand-up. Ekki? Nei, ég veit ekki hvað ég ætti að gera. Nei, ertu ekki með neitt svona eitthvað hæfileika? Ég er enga hæfileika. Sem að þú getur nýttir í þessari keppni? Ég er það sem heitir á ensku a jack of all trades, but a master of none. Ok. Ég er fínn í öllu en ekki frábær í neinu. Ég skilji. Ég veit alveg, ég hefði tróðið mér í þessa keppni. Þú hefði bara verið þarna bara... Ef að þú værir upp í dag, þá værir þú bara sendandi bubba á einhverju liði message á Facebook ég er með geðvikan talent hérna, tjekka á þessu. Ég var að láta hérna YouTube myndbandi, tjekka þess á þessu. Ég var ekki því, en ég hefði potið skráð mig í gott talent. Ég veit hvað ég myndi gera. Hei, Jón Jónsson, ég var hérna, ég leið yfir mig, ég borðið svo mikið nammi. Hvað ert að bulla? Svona værir þú? Nei, ég myndi eins og að með þetta, ég myndi taka Jackson. Já, potið. Ertu góð dansari? Svessi er góð dansari. Já, Svessi geti farið áfram bæði, dans og söng. Svessi geti unnið þetta ef hann mætti taka þátt. En ein spurning áður en að við förum í næsta lag. Hérna, þú veist, heldur að það sé að fara að vera einhver sem er þekktur fyrir einhver talent að fara að taka þátt? Ég veit það ekki. Og það er bara eftir að koma í ljós. Hvað ætlar að gera á indverska prinsessan mætir? Ég bara stiðið hann á þá. Hún mæti bara til að drullið bubba. Já, ég held að hún fari nú ekki langt svona með að skrifa hennar á netinu, sko. Nei. Þá held ég að hún sé búin að svona spila rassinn og buksunum. Ég vil bara, áður en við endum í sömræði, hvetja Magga Mix til að taka þátt. Magga Mix má taka þátt? Með glaðasta köttin. Glaðasti köttur í heimi? Ég vil sjá glaðasta kött í heimi í Ísland Got Talent. Já, ég vil sjá ykkur öll hana endilega skráið ykkur á stöð2.is. Ég vil bara sjá Magga Mix. Hann verður kannski þarna, fáum auðlýsingar. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Hjá Múla er kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Höfum opnað nýjan og glæsilegan Players. Players. Búðakór Kópavogi. 15 krónu afsláttur á afmælisdeginum þínum.
dælulykill Atlandsolíu. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Keila í reyktu paprikuchili. Fiskversluninn Hafið, Hlíðasmára. Höfum einnig opna stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grávói. Það komið að því. Jeff Dunham stígur á stokk í Laugardalshöllinni á föstudaginn. Tryggðu þér allra síðustu sætin á aukasýninguna klukkan 11. Ekki missa af stærsta grínviðburði Íslandssögunar. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Þeir sem ég myndi mest til að fá til landsins ef ég ætti halda tónleika sjálfur. Jay-Z og Justin Timberlake með Holy Grail. Holy Grail? Já, lag búið að vera í miklu uppáldi á mér síðustu vikur og mánuði. Nú er ekkert að breytast. Nei. Ég ætla að spila hér og eftir uppáldslægi hans Bjössa, þetta smá stund. Herru, það er spæskurslæðið. Nei, það er alltaf að gerast í boltanum. Við verðum samt að spila, þú varst búin að lofa mér Mel C-læginu. Já. Þú mátt ekki svíkja það, sko. Nei, ég ætla að reyna sko, að hafa það á lægi á leiðinu heim. Ok. Ég vil heyra það, sko. En þú eru mjög ánægður samt með næsta lag líka. Ok. En við erum búin að spila Stay, þannig að það er ekki það. Það er ekki það, en þú eru samt mjög ánægður. En herrið, ég var að lesa hérna að við séu 122 í Kaplakrika á vellin. Á Valur? Á F.A. Valur. Það er 2-1 Val eins og er. Hvað það er lítið. Já, en ertu hissa samt? Það er mánudagurinn, sko, það er 16. september og leikurinn byrjar klukkan 5. Fólk er bara ennþá að vinna. Já. Eða leita bara úlpunni sinni, sko. Mínu menn voru að jafna á móti K.R. maður. Nú, já. 1-1 fyrir K.R. Gary Martin kom K.R. yfir. Já, hljótun að vera fleiri þar, því að K.R. er nú stutt frá því að tryggja sér titilinn bara. Íslandsmeistaratitilinn. Er þetta ekki nánast dautt líka bara? Er ekki komið á reynd hverju falla og hverju vinna þetta? Jú, nema K.R. tapir bara rest eða, sko. Já, þannig að svona allar líkur á K.R. að vera Íslandsmeistarar, enda búin að vera svona besta lið á þessu ári. Já. Verðum að gefa þeim það. Hvernig endaði þessi fjórðadeild hjá þér? Fjórðadeild, hvað meinarðu? Bara, hvað, þú veist, þú varst að spila með létti, var það ekki? Jú, við endum í fjórðasæti. Og hvað þýðir það ekki eitthvað svona... Það fórum við ekki í úrslitakeppnina. Hversu mörg lið fóru í úrslit? 3. Úr hvaða riðli? Hver er riðli? Já, ég held það. Það voru 4 riðlar? Mannaði ekki, nei, það voru 3 lið úr einhvern riðlum. 2 úr... Þannig að þetta voru 8 lið úrslit? Já, held það. Já, var þetta tæft eða? Nei, við vorum búin að klúðra þessu, sko. En eftir að glugginn opnaðist í júli, þá vorum við með 12 stiga 15 held ég, þannig að það var gott. Já. Það var mjög fínt, sko. Þú ert líka mjög góður í fótbolta. Þetta var brúkslega gaman. Já, þú ert góður í fótbolta. Jú. Fínn í fótbolta. Þú ert góður í fótbolta. Ertu að tala um bumbuboltan okkar eða? Ég er bara að tala um þig í fótbolta. Þú ert góður í fótbolta. Þakka fyrir það. Þú nýtir færiðin vel. Já. Þú ert góður sóknarmaður. Það er ekki sem að vera rosa frá Bjössa. Ég er bara þykja hann. Já, ég meina, ég held að ef að þú hefur lagt svona meiri áherslu á knattspyrnuna, þú hefur vel getað verið fótboltamaður. Ég er ennþá fótboltamaður. Ég var að spila í fjórðudeildinni. Og þinn helsti kostur er hvort með lágan þyngdapunkt. Það er ekki hægt að fella þig. Þetta er svona Maradona-rasinn. Já. Hvernig er þetta? Þetta er gott. Þetta er uppáhaldslega mynd. Þetta er ógeðslega flott lag. Þetta er geggjað. My friends and I, we've cracked the code. Royals. Og sveimi þá ef þetta er ekki flottasta lagi bara á stöðunni í dag. Já. Eitt af þeim allavega. En það er komið að laginu á leiðinni heim og það er Björn Bragi sem fekk að velja lagi á leiðinni heim að þessu sinni. Samt tapar í flottulegakeppninni. Þannig að það er eiginlega... Já, þetta eru skammavelun fyrir mig. Skammavelun fyrir þig að fá að velja lagi á leiðinni heim og... Ég var líka svo leiður eftir flottulegakeppnina. Reyndar, ég er að hughresta þig. Já. Með þessum. Hvernig er kvöldið í þér? Það er nóg að vera fyrir fótboltafíkla í kvöld. Já, það er bara fótbolt í kvöld. Já, það er bæði Pepsi-mörkin, það er messan. En það sem mestu máli skiptir. Það er boltinn okkar. Já, við erum að vera bumbolta. Já, og... Það er bara, það er gegn. Það er líka inni, ég hef ekki viljað æfa úti í dag. Já, og það er líka svo gaman fyrir svona menni sem mig að fá að spila fótbolta með mönnum sem eru svona góðir eins og þú. Já, þetta er hættu þessu núna. Það er annars hætti fólk að trúa. Við skulum fá eins og það er lagið að leiða heim. Og þetta er lag sem að Bjössi heimtaði fyrir í þættinum. Hún heitir Mel C, þessi. Og þetta er eitt gamalt og gott. Lisa Leftaði López. Þetta er þetta gott lag. Það er hérna með henni. Gott lag. Já, það er enda langt sinni. Never be the same again. Lagið að Bjössa. Já, þú baðst þetta. Ég er líka með lag á leiðinni heim. Já. En aðeins meira töffaraskapur í því. Hvað er meira töff en þetta?
Þetta enda fínt lag, það ekki það. Og eins og ég sagði aðan, Melanie C eða Mel C var sennilega besta söngkonan í Spice Girls. Og hún var líka töff. Hún var íþróttagritið. Já, Sporty Spice. Já, hún var að boða, hún var svona eins og íþróttaálfurinn. Já. Hún var að segja, hei, syngiði, en hreyfið ykkur leika. Ég held að það hafi verið orðnar vel þreyttar á þessum stereotypum hann sem að... Já, hversu þreytt heldur það að hafi verið að vera barnagritið? Já, fyrir utan það, orðin fullorðin kona. Já, samt eitthvað svona, ég er bara barnaleg. Baby Spice eitthvað. Ég er bara ekki að barnaleg. Mel C, þetta var hún, Mel B hins vegar vill reunion hjá Spice Girls, vill fara á ferðalag og túra og syngja. Sagði hún í þættinum hjá Ellen DeGeneres, núna daginn, þannig að það aldrei að vita nema Spice Girls séu að fara aftur að stað. Fallegt af Ellen að lifa nokkuð í viðtal. Já, mjög svo. En það komið að lokum hjá okkur Bjössa í dag. Takk kærlega fyrir hlustuna Bjössi, takk fyrir daginn. Sömuleiðis. Við sjáumst eftir viku, minna á þáttina á morgun, þá verðum við sveppi hér í miklum gír frá 4-6 og Ungfrú Ísland kemur í heimsókn til okkar og meira góðgæti, þannig að það verður stemming. Er hún bara eitthvað góðgæti fyrir þér að því hún er fegurðardrottning? Nei, meira góðgæti í þættinum, stigagangurinn og svona, einhverju dagskálir, en já, bara takk fyrir daginn, hlustendur og Bjössi, við viljum enda þetta á lagi sem átt að vera lagi á leiðin heim og verður það bara líka. Hey! Þetta er enda gott líka. Þetta er geðvikt. Þetta er bara einn besta ljónstafnarfilm.